Heyrðu mig, Tinni, hvar XM1? Ekki svo langt frá gígnum Gelmi. Gott, þá förum við og náum í dýrmætu tækin þar. Þeir ætla að ná í verðmætu tækin. Það mega þeir ekki gera. Þú verður að komast að XM1 á undan þeim. Ég? Já, þú. Ef þú getur ekki bjargað tækjunum, eyðilegðu þau þá. XM1 er með myndir af henni dimmulli tunglsins. Förum og finnum þær, prófessor. Fyrirgefi, herra mínir, en ég held ég fara út í smá gönguferð. Ég þarf á hreyfingu að halda. Úlfur hefur hegðað sér mjög undarlega upp á síðkastið. Það er rétt, Tinni, mjög undarlega. Kannski ættir þú að hvílast hér stundinni minn. Ég verð að sýna ykkur hvar XM1 er, skipstjóri. Hoppið borð í tunglbílinn, drengir. Og svo leggjum við í hann. Leynitækin eru hérna ennþá. Hvað er þetta? Svo, prófessorinn heldur að hann geti náð í tækin. Ef ég næ þeim ekki, þá nær þeim enginn. Aumingja XM1-flugin mín, hún er alveg ónýt. Kannski eru tækin enn í lagi. Þrumur og eldingar. Flaugin sprakk í loft upp. Kannski er það út Tinna. Hvað gerðist? Eldsneytisgeimurinn hlýtur að hafa sprungið. Er allt í lagi með þig, drengur minn? Já, mér bara brá svolítið. Öll vísindatækin mín, þau eru farin. Við verðum að flýta okkur aftur til XM2. XM2 kallar jörð. Allar leynilega upplýsingar borð í XM1 sprungu í loft upp með tækjunum. Við ætlum að reyna að safna saman meiri upplýsingum en það er lítill tími til stefnu. Fylgist nákvæmlega með súrefnisbirgðum ykkar. XM2 snýr aftur til jarðar á undan áætlun. En þú verður ekki borð, vinur minn. Sendi minn okkar sjá til þess. Hvað er Úlfur, Tinni? Oft kemur illur þá rætt. Hvar hefur þú verið, Úlfur? Ég fór bara út að ganga. En hvers vegna ferðu alltaf einn út að ganga? Ert þú einfari, Úlfur? Mér finnst gott að vera með sjálfum mér. Mér segir svo hugur að við verðum að fylgjast með Úlfi. Náðurðu tækjunum, Úlfur? Nei, ég varð að eyðileggja þau. Það var verra. Við verðum að vinna hratt. Þeir eru farnir að gruna mig græsku. Tinni, súrefnisbirgðirnar eru farnir að vera hættulega litlar. Við verðum að fara að yfirgefa tunglið. En fyrst förum við með smá landkönnunarleiðangur. Sjáu nú, við erum hérna á þeim hluta tunglsins sem ætíð snýr að jörðu. Þessa myrku hlið tunglsins hafa mannleg augu aldrei litið áður. Við ætlum að kanna myrku hliðina. Ég vildi gjarnan fara með þér, prófessor, en ég verð að vera eftir og gæta Toppa. Farið varlega.
ég sagði bara svona myrka hliðin alveg eins og hinn hliðin. Hún bara myrk. Fjöll og dalir. Ó, sjáu þið þennan feikna stóra gígur. Já, hvert í þreifandi. Það naumasta gígurinn risavaxinn. Ég ætla að skýra hann vandræðagígur. Það að kólna, einmitt kólna. Við spámannsins skegg. Það ískalt. Sjáu þið hitamælinn, herra mínir. Hann sýnir 250 gráðu undir frostmarki. Við verðum að flýta okkur yfir á sólarhliðina áður en við verðum djúpfreystir. Það fjall beint framundan. Verið viðbúnir árekstri. Það munaði mjóu. En það tókst. Sjáuð, við erum nær því búnir að yfirgefa hina myrku hlið. Loftsteinar! Siglum í örugga höfn. Það komin bræla. Við verðum að finna skjól umsvifalaust. Förum inn í hellinn, fylgi mér. Hér dugar hvaða höfn sem Ofboðslega þetta flott og hellir. Grýlukerti og dropasteinar. Þetta sannar að það var einhvern tíma vatn á tunglinu. Ég ætla að kalla... Já, ég veit. Vandráðahelli. Fyrirgefðu, skipstjóri. Mætti ég fá að taka mynd? Ekki þið, aulaborðunir ykkar. Farðu aðeins lengri í burtu. Svona já, aftur og bak. Ekki standað eins og þvörur. Flegið til mér, kalli. Skal gert. Ekki allan kaðalinn apakettinir ykkar. Bara annan endan. Á. Tilbúinn, skipstjóri. Ég skal kjöldraga ykkur landkrabbar. Hvað var þetta, herra mínir? Getur það verið jarðskjálfti? Tunglskjálfti? Sjáuð, hellismunar, hann að lokast. Við erum lokaðir í gildru. Kolbeinn, skipstjóri kallar Tinna. Svaraðu mér, Tinni. Það síður ekkert að nota talstöðina. Bylgjurnar komast ekki gegnum hellisveggina. Tinni kallar prófessor Vandráð. Svaraðu mér, Vandráður. Heyrðu, Tobbi, þeir svara ekki. Það örugglega eitthvað að. Sjáðu, Vandráður, hellirinn að hrynja saman. Gætið eitthvað. Tinni kallar prófessor Vandráð. Heyrðu mig, Tobbi, þeir svara ekki. Hver þín næsta vísindalega tillaga, X-galli? Mér þykir svo leitt, en við erum í alvarlegri klípu. Við komumst kannski ekki út síðan lifandi. Þetta jarðskjálfti, tunglskjálfti. Þetta engin tunglskjálfti, kæri bróðir. Það ég sem skelf. Hvað ert þú að gera, skipstjóri? Ég ætla að grafa mig út hérðan. En þú getur ekki flutt fjöll, skipstjóri. Auk þess dugar súrefni ekki öllu lengur. Þetta nöturlegu dauðdagi fyrir sjómann. XM2 kallar jörð. Prófessor Vandráður, Kolbeinn og Skapti fóru í gær af stað til að rannsaka hina myrku hlið mánans. Þeir hafa ekki komið tilbaka.
Þeir svara ekki kalli. Ég hræddur að eitthvað hafi komið fyrir þá. Þú verður að finna þá og það sem fyrst. Samkvæmt kortum okkar dimmir bráðlega á þeim slóðum þar sem þið eruð. Já, Aðalsteinn, bráðum sést sólin á þessum slóðum á tunglinu. Þar verður algjört myrkur og hitinn fellur niður í 200 gráður út í frostmark. Þið megið engan tíma missa. Flýtið ykkur. Ég fer strax og reyna að finna þá. Kannski fyrir Tinni að leita að okkur. Hvernig á Tinni að geta fundið okkur innilokað í hellu? Hvernig líkar þér geimbúningurinn þinn? Komdu, við höfum verk að vinna. Tinni farinn, hér enginn nema við. Við verðum að leggja af stað umsvifalaust. En við getum ekki skilið á eftir á tunglinu. Úlfur, þú átt að framkvæma skipanir, ekki gefa þær. Já, herra. Þeir verða gáttaðir þegar þeir koma tilbaka og sjá að eldflaugin flogin. Haltu áfram að leita, Tobbi. Við verðum að finna þá. Hvað að, Tobbi? Tobbi, sjáðu, þarna tunglbíllinn. Áfram, Tobbi. Vá, þeir eru ekki hér. Sjáðu, Tobbi. Fótspor, hálf full af möl. Allir þeir hafi farið inn í hellinn og síðan hafi skriðað lokað innganginum. Við verðum að komast þarna einhvern veginn inn, Tobbi. Hvað? Fannstu op, Tobbi minn? Ég hef siglt heimsöfin 7 í 40 ár og svo þarf ég að deyja á tunglinu. Ég fann leið til að spara súrefni. Hvernig, kæri bróðir? Ég hætti bara að anda. Hvers vegna datt mér það ekki í hug? Fárvir og fellibyljir, þetta ekki Tobbi? Tobbi? En hvernig komst hann inn í hellun? Tobbi, þetta þú! Komum strax, herra mínir. Tobbi sýni okkur leiðina út. En hvernig skilur hann að fundið okkur? Þessi Tobbi svo snjall að hann ætti að vera lögregluhundur. Einmitt, lögregluhundur. Tobbi, eru þeir þarna inni? Prófessor, heldur að þú komist út hérna? Nei, Tinni, skorin svo mjó. Það tekur of langan tíma að grafa sig út. Þú verður að flytja þér til XM2 og ná í sprengiefni. Ég geri það. Ég tek tunglbílinn. Tinni farinn að sækja sprengiefni. Við verðum bara að sitja hér, bíða og spara súrefnið. Eftir hverju ertu að bíða, Úlfur? Það tekur tíma að undirbúa geimskotforingi. Allt virðist vera tilbúið, herra. Hvað var þetta? Einhver að koma. Vertu fljótur niður í geimsluna, foringi. Tinni, ég held þú væri með hinnum. Þeir eru króaðir inn í helli. Ég verð að flýta mér þangað aftur. Þetta er skrítið. Tobbi geltir aldrei að neinum. Úlfur, ég verð að sækja sprengiefni niður í geimslu. Geimslu, ég skal sækja það fyrir þig, Tinni. Mér liggur svo á ég sæki það sjálfur. En Tinni, Hver ert þú? Hvers vegna skyldi Tinna dveljast svona? hafðu enga áhyggju, hann kemur með sprengiefnið. Við verðum að búa okkur undir að sprengja okkur út.
Þá er ég búinn að ganga frá Tinna. Úlfur! Foringi, þú varst þó ekki að... Við lendum ekki eftir í vandræðu með hann, Úlfur. Hvað tekur langan tíma að gera klárt fyrir geimskot? Býtu, við getum ekki skilið henni eftir bjargarlausa tunglinu. Það er lítið eftir á súrefni. Það er annarkvort þeir eða við. Þú ert brjálaður. Hættu þessu, bastarðurinn! Þá ætti hundurinn að vera til friðis það sem eftir er. Nei, þetta þarf ekki að gera. Það er of seint. Við leggjum umsvifalaust á stað. Tinni er búinn að vera lengi í burtu. Kannski lenda hann í einhverju vandræðum. Ef eitthvað kemur fyrir okkur hérna, þá verður kannski skrifað okkur í blöðin. Deyði fæðingar, hálfvitarnir ykkar. Þið sóið bara súrefni. Við verðum að sýna stillingu, herra mínir. Tobbi, hvað gerðist? Hvað fékk ég í hausinn? Eru þetta ekki eldfluga hreyflarnir? Hvað tefur þig, Úlfur? Vélarnar verða að hitna áður en við leggjum á stað, herra. Hitaðu þær þá upp. Við verðum að leggja af stað áður en hinir koma aftur. Úlfur, og þessi njósnari, hann er svikahrappur. Athugaðu eldsneytisbirgðirnar. Skal gert, herra. Uss, komdu nú, Tobbi. Hvað var þetta? Þú ert bara orðinn slæmur á taugum, Úlfur. Tobbi, hér er verkefni handa þér. Farðu nú og flýttu þér sprengiefni hérna til vandráðs. Hér á ég verk að vinna. Gangi þér vel, Tobbi minn. Hvað þurfa vélarnar langan tíma til að hitna, Úlfur? Minnst að kosti hálftíma, herra. Við förum eins fljótt og hægt er. Jæja, prófessor. Þá er víst komið að endalokunum. Hvaða undarlega hljóð var þetta? Þessa er jo skapti, það er liðið yfir þá. Hann er kominn tilbaka, vandráður. Það er hundurinn. Hundurinn á tunglinu? Sjáðu, hann er sprengiefni. Flýtum okkur að sprengja okkur út hérðan. Hvað er langt þetta núna, Úlfur? Bara fáeina mínútur. Gott. Þá læt ég Tinna á að bastarðinn út fyrir. Við getum ekki séð af neinu súrefni til þeirra. Ég skal setja Tinna og Tobba út, herra. Komum okkur í skjól, herra mínir. Sprengjan springur eftir 5 sekúndur. Það gekk. Flýtum okkur, herra mínir. Prófessor vandráður kallar Tinna. Svaraðu mér, Tinni. Hvað er að, Tinni? Hvers vegna svararðu ekki? Tinni, heyrðu ekki þér, hann er að gera við senditæki sitt. Að gera við senditæki, sagðirðu? Láttu hann tala við mig undir eins. Tinni er að fá sér hádegslúr. Við verðum að flýta okkur, skipstjóri, það er eitthvað að hjá Tinna. Íttu á ræsina við Úlfur. Ég verð að býða þetta rauða ljósinu. Þú ert nú ekki að reyna að tefja fyrir, Úlfur. Tefja? Geimflaugin er flókin vélasamstæða, foringi. Vélamanns auli.